Já, komið sæl, velkomin í Rauðan raunveruleika. Í kvöld ætlum við að ræða svolítið verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið og sósíalisma og kafa svolítið í það hvað þetta á að vera, hvað eiga verkalýðsfélög að vera og hvernig hefur þróun þeirra verið, hvaða hlutverki þjónaði og hún Katrín Baldursdóttir sem með mastersgráðu í atvinnulífsfræðum og vinur okkar hérna í þættinum ætlar að segja okkur margt það. Hún mjög fróð þessi mál. Sæl Katrín, takk fyrir að koma. Já, sæl og takk fyrir að bjóða mér. Verkalýðsfélög eiga að vera verkfæri verkafólks sem vinnur hjá atvinnureikendum til þess að sækja rétt sinn, fá réttlátt fyrir vinnuna sína. Hvernig líst þér á blikunar núna? Við byrjum bara aðeins á því sem að gerast í dag. Finnst þér verkalýðsfélögin vera að sinna sínum hlutverkum? Kannski munur á verkalýðsfélögum hversu vel þau eru að gera það? Já, stefna félagana náttúrulega mismunandi og það sjáum við núna glögglega í átökunum innan ASÍ að það eru sumir og forystumenn stærstu félagana sem vilja efla verkalýðs félögin sem afl til framfara og bættum kjörum launafólks og sérstaklega þeirra lægst launuðu. Þegar Gylfi Arnbjörnsson var yfir ASÍ þá voru, sem var, hvenær var það, 2012, ég man nú ekki alveg hvenær hann tók við og hvenær hann fór Nei, hann tók við bara 1990 sko. Var hann svona lengi? Hann var svo lengi og hann var bara eins og herfóringi þarna inni og hann svolítið svona beitti heraga og menn þorði ekki á ASÍ-þingum að vera á móti hans stefnu. Og svo var hann svona smá saman orðin svo værukæra, hann var eiginlega hættur að berjast af ákafa. Þetta var á hérna svona bara eitthvað matlaði þarna áfram og einhvern veginn hún var mjög orðin slöpp verkalýðshreyfingin undir hans stjórn og það þess vegna sem að vorið í verkó eins og við köllum það 2018 sem þetta sprettur upp og menn voru bara búin að sjá þetta gengi ekki lengur. Ég meina, þú sér það hvergi í heiminu eins margir í verkalýðsfélögum eins og Íslandi. Það mjög stærri yfir 90%. Já, 85-90%, þetta bara þekkist hvergi í heiminum og þess vegna ætti þetta að vera svo mikil kraftur í baráttunni því að sko breiddin svo svakaleg og ef að það kæmist einhver kraftur í hreyfinguna sem að þessi nýja endurista fórista hefur verið að reyna að fá fram og reyndi núna að beina ASÍ þá áttina, það gekk ekki upp. Þegar að svoleiðis fólk í raun og veru fær að berjast uppbyggjandi hátt, þá von til þess að það komi vor í verkalýðsbaráttuna. Því að eins og þetta var, það var bara vetur. Já, þetta var svo slaft. Fólk hefur kannski heyrt Saleg fyrirkomulagið. Já, það var nú eitt. Gylfi Arnbjörnsson var mikið að tala það mikið og það var svona stefnan og getur útskýrt aðeins Saleg fyrir okkur sem ekki vitum alveg, maður heyrir þetta mikið og veit kannski endilega hvað þetta er. Já, þetta skýrist af því að Gylfi Arnbjörnsson og þeir sem unnu hjá ASÍ þegar hann var, urðu alveg blindaðir af þessu Saleg-módeli sem svona norrænt vinnumarkaðsmódel og það sko passar vel á Norðurlöndunum vegna þess að Norðurlöndin eru allt öðruvísi, velferðarkerfið miklu sterkara heldur en hérna heima og þetta gengur út á það að sko stéttarfélögin sjálf og verkalýðsfélögin að þau fara í raun ekki með samningar, þau semja ekki sjálf heldur búin til svona sérfræðingasveit manna úr samfélaginu, það kalla til alls konar fólk til þess að finna út og reikna fyrir verkalýðsfélögin í rauninni hversu mikið má hækka eða kannski lítið hækka laun þannig að þá allt í einu bara samningsvaldi komið úr höndum þeirra sem eru raun og veru á gólfinu að berjast fyrir hagsmununum og þetta eitthvað sérfræðingasveit og þetta kannski passar þar í Norðurlöndunum þar sem velferðarkerfið miklu sterkara. Það kannski ykkur betri svona samfélagsleg gerð á fyrirtækjum og launum og velferðarkerfum þannig að þetta
betur gengur upp, en ég sá mitt á Facebook bara áðan að Vilhjálmur Birgis það var ykkur að tala aftur saleg að segja að fólk bara skilji það ekki og ykkur að því, sko, fólk skilji þetta ekki alveg, þetta virkar í raun að rökin hennar voru, sko, með því að hækka laun hóflega að þá eykur arðsemi fyrirtækja og það eykur fjárfestingu frá fyrirtækjanum og kemur fleira fólki í vinnu og eitthvað, þannig að þetta hljómar bara eins og brauðmálakenningin fyrir verkalýðsfélögin. Þetta er það, sko, þetta er náttúrulega svo fáránlegt að halda það að ef að verkalýðshreyfingin leggur áherslu á það að hafa bara hóflegar hækkanir til þess að atvinnurekendur geti, sko, ráði fleiri og gert betur. Þetta, veistu það, að þetta er bara rugl. Vegna þess að þú getur ekki treyst því að atvinnurekendur hækki kaupið þitt. Þú getur ekki treyst því. Ef atvinnurekendur eiga að sjá þetta, þú getur engan veginn treyst þeim. Sagan hefur sýnt það að það sem atvinnurekendur og stórfyrirtæki gera í heiminum í dag, það er að minnka kaupið, láta fólk vinna meira, það er að koma í veg fyrir það að gangi verkalýðsfélög, svo þessi ekki að sæka réttindin sinn, það er að ráða það mjög stuttan tími í einu, það er alveg nýtt í heiminum. Þetta var ekki svona. Nú er þetta alveg þessi kapitalíska kerfi sem er núna, það er orðið svo svívirðilegt gagnvart launafólki, að nú er allt í einu bara fólk sprengmentað, ómentað, alls konar fólk sem er að fara út á vinnumarkaðinn, að það getur ekki treyst í að fá vinnu, fasta vinnu. Það er bara sagt, hei, við ætla að ráða í 3 mánuði og svo veit það ekkert hvort að það er vinnu áfram. Og þetta gildir alla stéttir. Og þetta skapar því líkt öryggi og vegna þess að þetta er svona, þá getur fólk ekki treyst á að fá liðsinni verkalýðsfélaga ef það er brotið á þeim, ef það er launaþjófnaður, ef það er svikið réttindi og svo framvegis, að þá, sko, þetta er klókindi af hálfu atvinnurekenda til að kúga launafólk. Og ég til dæmis, ef við erum að tala ungt fólk í dag til dæmis, og við skulum tala bara Ísland, af því að við höfum þessi fríðindi innan gæsalappa að það eru svo margir í verkalýðsfélögum og þess vegna ætti þetta að vera svo miklu sterkara afl heldur en það er á Íslandi í dag. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig þetta er búið að vera. Ég ætla að segja ef það er, sko, ungt fólk sem kemur út á vinnumarkaðinn, segjum að fara í sumarvinnu með skólanum eða er að koma beint úr skóla út á vinnumarkaðinn, sko, mín reynsla er það, að því ég hef nú unnið fyrir stéttarfélög líka, að sko, ungt fólk hefur ekki hugmynd hvað stéttarfélag er. Það er ekki hugmynd það. Það verður aldrei fengið neina fræðslu það. Og meira að segja þannig þegar ég gekk á milli vinnustað og var að spyrja ungt fólk hvort að í hvað verkalýðsfélag það væri, það vissi ekki eins og það væri verkalýðsfélag. Og ég þurfti að má sjá launaseðilinn. Og þá kom í ljós. Það var aldrei vita og þá er það kannski, og ég segi, og ef það vissi að borgaði verkalýðsfélag þá segi, veistu hvaða? Nei. Það gerir engin neitt til þess að hvetja þarna eru verkalýðsfélögin ekki að vinna sína gagnvart unga fólkinu. Vegna þess að verkalýðsfélögin eiga að fara með kynningar í alla skóla, senda bréf og upplýsa fólk það að ef það er einhver atvinnurekandi sem er að stela af þér launum, þá áttu skilyrðislaust að fara í þitt stéttarfélag og krefjast réttinda. Fólk veit þetta ekki, ungt fólk, þetta þarf að laga. Vegna þess að sko, unga fólki, það veit ekki alveg og það veit til dæmis eins og lengi vel var eitt, sko, sem var gert gagnvart unga fólk og er ennþá. Og það er jafnaðarkaupið. Hvað er það? Þá kemur atvinnurekandinn og segir, segjum þú svolítið að vinna á veitingastað. Það er svo margir sem að vinna á veitingastað. Og það er kannski opið alveg frá morgnana til fram 12, 1 og nóttu. Og þess vegna eru vaktir. Og þú færð ekkert álag. Þú færð vaktir, sko. Þannig að sumir eru að vinna heilmikið á kvöldin og helgar. Og ef það er rétt gert, þá áttu að fá kaupið þitt, það sem þú vinnur við daginn, áttu að fá dagkaupið. Ef þú vinnur á kvöldin, þá áttu að fá eftirvinnukaup sem er hærra
og svo að þú vinnur lengur en til 10-11 þá áttu að fá næturvinnukaup, það sem miklu hærri texti, en af því þú veist ekkert þín rétt, kemur bara ungur og þá bara segir atvinnungi að þú verður að fá jafnaðarkaup, þá færðu sama á tíman, sama upphæð á tíman, allan tíman. Þetta eitthvað sem að glósa niður, ekki taka við jafnaðarkaupi á þess að skoða það gömgefilega. Alls ekki krakkar taka ef við erum unga og ekki fullorðið fólk heldur, þetta gildur alla, en ég hef bara rekið mér þetta sérstaklega með ungt fólk. En ef við förum aðeins í, þetta er kannski líka, sko, eins og segir að menntakerfið þarf að vera miklu betra. Ég er komin í gegnum grunnnám í háskólan, maður er búin að fara í gegnum öll stigin, þú veist, en einmitt, bara aldrei hef ég orðið var við einhverja ítarlega kennslu verkalýðsfélögin eða hvernig þetta virkar, og saman alltaf á við kannski húsnæðislán og bara mjög marga basic grunnhluti sem fólk þarf að læra. Já. Og það er kannski mjög sorglegt eins og það segir að þegar við erum með svona öflugan grunn að þessu starfi, að við erum ekki að nýta það betur. Já. Og kunnum ekki á það, kunnum ekki að beita þeim. Kunnum ekki að beita það, þið fáðu ekki fræðslu það. Einmitt. Það er málið, sko. Og ég veit til þess að ungt fólk hefur orðið af verulegum fjárhæðum. Hreinn og beitt launa þjófnaður. Hver er staða launaþjófnaðar? Ég hef heyrt frá fólki í Eflingu að þau hafa verið að senda, og sumum verkalýðsfélögin að senda mikið af tölvupóstum á ríkisstjórnina að biðja þeim að taka einhvern veginn á launaþjófnaði, þeim finnst þau hafa svo lítil verkfæri. Já, Getur þú frætt okkur aðeins stöðuna? Sko, það er svo mikið af dæmum en samt einhvern veginn ekkert gert, sko. Nei, en sko það var krafa frá verkalýðshreyfingunni að ríkisstjórnin myndi breyta lögunum þannig að atvinnureikendur fengju dóm, sko þetta yrði sko einhver refsing fyrir að svíkja svona og stela fólki og það var mikil krafa, þannig að þú getur ekki bara stólið á einhverjum endalaust laun og svo kemstu bara upp með það gerir engin neitt og segir engin neitt, og ef að verkalýðsfélagi kemst í það er svo mikil til með sérstaklega innflytjendur, þeir þor ekki að kvarta, sko. En ef að stéttarfélagi kemst í það, að þá þarf atvinnurekandinn ekki einu svona að borga sekt. Eina sem hann þarf að borga er bara launin sem hann skuldar. Svo getur hann skipt kennitölu og allt og haldið áfram að stela. En sem sagt, krafan var þetta að þessu er breytt. Að sem sagt, Alþingi myndi breyta lögunum. Og ASÍ fóristan þáverandi ætlaði sér nú aldeilis að ganga eftir þessu og að þetta það var bara síðastliðið haust eða hausti þar áður, ég man nú ekki hvort, allavega ekki langt síðan, en það hefur ekkert, þrýstingurinn var ekki nógu mikill Mér heyrist líka meira þess að í stjórn Eflingar þá fáið bara engin svör. Þú hefur búin að senda endalista tölvupóstum að íta eftir þessu og spyrja hver staðan væri og blablabla, kemur ekkert svar. Því það er líka, sko, það vantar sko svolítið meiri pólitískan þrýsting í verkalýðshreyfinguna, finnst mér. Og þetta var áður fyrir, þá var verkalýðshreyfingin beintengt stjórnmálunum. Þú veist, og það voru bara menn á þingi sem voru beinlínis fulltrúa verkalýðshreyfingarinn inn á þingi. En nú er það ekki, og það vantar þennan þrýsting, sko, finnst mér. Já, ég held ég taki algjörlega undir það, sko. Já. Og þetta er kannski góður staðar til að fara eins inn í sögu verkalýðshreyfingarinnar. Eins og segir að þá áður fyrr var það kannski aðeins öflugra, mætti maður að segja. Þetta var hafði meiri áhrif pólitískt og gat komið hlutum í gegn og svona, og þegar ASÍ var kannski upp á sitt besta. Já. En þetta fór að breytast svona 1980. Já, eitthvað svoleiðis, að þá verður, sko, þá kemur þessi aðskilnaður að verkalýðshreyfingin verður ekkert tengd stjórnmálunum beint, sko. Því að auðvitað er náttúrulega verkalýðsmál pólitík, en ekki tengd alþingi eða svona ríkistjórn eða neitt svoleiðis. Og menn töldu þá á þeim tíma að það myndi, sko, vera betra að vera svona hlutlaus, heldur bara að berjast fyrir þessu nákvæmlega og þessum betri kjörum fyrir launafólk bara, sko. Það var betra að vera hlutlaust, þá var það svona hugmyndin. Það var svona hugmyndin, sko, þannig að það væri hægt að berjast sko við alla og alla flokka og svona. En svo kemur bara daginn að það bara gengur ekkert upp.
Mér finnst það ekki. Og það er þess vegna sem að hérna, sko, það er ekki nóg mikil þrýstingur, sko, það er ekki nóg, verkalýðshreyfingin hefur ekki nóg mikil völd. Það er máli. Já, og skrítið finnst mér að reyna að setja upp eins og að það þurfa að passa hlutleysi að því að pólitíski flokkar og hreyfingar eru að berjast fyrir ákveðinni hugmyndafræði, ákveðnum hópum, vilja koma að ákveðnum málum og bara eins og með verkalýðsfélög og hreyfinguna, þau eru líka að berjast fyrir ákveðnum hópum og þeir hópar sem þau eru að berjast fyrir eru að kjósa oft svipaða flokka, bara láglauna fólk. Já. Það kýs núna í dag í auknum mæli sósíalistaflokkinn og það er í auknum mæli í Eflingu eða það er fleira láglauna fólk. Þannig að þetta gengur alveg saman og þetta eru sömu svona áherslur og kröfur sósíalisma og réttlæti að það er ekkert óðurlegt við það að verkalýðshreyfingarnar séu með beint tengslin í pólitíska flokka sem er að beita sér fyrir nákvæmlega því sama. Já, það er bara eiginlega alltaf að aukast þörfin á því. Sko, veruleikin var öðruvísi hérna áður fyrir. Nú er þetta orðið svo harðsvýrað, en nú kapitalismin er orðin svo harðsvýraður og þetta þjóðfélagskerfi og ójöfnurinn er svo svakalegur og stórfyrirtækin þau bara stjórna öllu og þau kúa lönd og líð og fá sínu fram leynt og ljóst og beita alls konar hótunum. Þau geta það í krafti auðs, sko. Og það vil til mis verið þannig eins og við þekkjum með hnattvæðinguna, alþjóðavæðinguna, sko, að þegar hún fer að verða meira áberandi, sko, í framhaldi af kapitalismanum, að þá eru bara fyrirtækin, þetta var mjög algengt í Ameríku, Bandaríkjunum, að ef að launafólk vildi fá bættari kjör, sko, eins og fólk var í verkalýðsfélögum áður fyrr og gat barist fyrir bættum kjörum þar, en ef að fólk vil berjast fyrir bættari kjörum þá er bara sagt, heyrðu, ef að þið eru með eitthvað þras, þá flytjum við bara starfsemina til Kína eða til Póllands eða Ungverjalands þar sem launin eru lægri. En svo þau gerðu og gera enn. Já. En þá kemur maður kannski með þetta svona grunn tilgangnum með verkalýðsfélögum að þegar kapitalismin er að byrja, þá er náttúrulega bara þannig að ef þú átt einhverja verksmiðju á Englandi og þú átt hana bara og þú færð fólk til þess að vinna þarna og þú gefið þeim eins lítið og mögulega kennst upp með og eins og þetta var í byrjun innbyltingarinnar þá er fólk kannski að vinna 16 tíma á dag og er að fá bara skít og kanil og eigandinn er að taka allt sem er framleitt og búið til úr starfseminni og svo fyrir að vakna upp sósíalismi og verkalýðshreyfingar og fólk að beita sínu afli og náttúrulega lýðræðið er líka svona að verða meira kannski. En mér langaði að spyrja aðeins út í þetta, er þetta kannski svona það sem aðgreinir, það sem mætti kalla róttækari verkalýðsbaráttu? Það sem þú ert ekki bara að reyna að fá eitthvað svona samkomulag, þú ert ekki bara að segja við ættum að fá nóg til að lifa af, að það er eitt, að fá nóg til að lifa af fyrir vinnuna hérna, en svo er annað að fara að berjast fyrir því að fá meira af því sem þú ert að skapa í vinnunniðinni, að atvinnurekandinn eða eigandinn og eigendurnir eiga ekki verið að fá allt verðmætið sem þið eru að skapa og beita sér fyrir því að fólk að beita sér fyrir því verkalýðsfélögum að jafna þennan leik og þar að leiðandi, það var í sósíalismi. En ef þú komið með eitthvað svona saleg fyrirkomulag sem kannski geti gengið upp eins og þú segir á Norðurlöndunum, það sem er Svíþjóð og svona, það sem er sterkara velferðarkerfi, það kannski gengur það upp. En ég myndi samt ímynda mér að þú verður að róttækari arm verkalýðshreyfingarinnar í Svíþjóð að þá verður að beita þér fyrir því að fólki sem vinnur fær alltaf meira hlutfallslega af því sem þau eru að skapa. Já. Sko, eins og þetta var, eins og til dæmis í Bretlandi í gamla daga, sko, það var brjálaðislega sterk stéttarfélög. Það var sko blue collar og þeir voru svo miklu töffarar að það mátti ekki anda á þá, sko, þá bara og samtökin voru svo sterk og þannig er að fæðast og róttæk, sko, þá og svona var þetta út allan heim. Svo er náttúrulega bara er þetta lamað barið niður og svo kemur eins og ég nú lærði stjórnmálafræði, sko, í háskólanum
og það kemur þessi sko lenska að allir eigi að vera vinir og maður eigi ekki að, þú veist, atvinnureikandinn þurfa að fá svigrúm til að hérna, þú veist, til athafna og til að fá meiri gróða í fyrirtækin sko og svo kemur þessi nútíma kapitalismi sem við þekkjum í dag og þetta kerfi sem að verða harðsvíraðara og hérna þannig að sko það gerðist eitthvað þarna og upp úr 1970 eitthvað svoleiðis og sem er svona turning point þannig að það var bara mass af því að atvinnureikendum og auðmönnum var gert kleift að athafni sig svo svakalega í heiminum að þeir náðu því að gera það og kúa fólk í leiðinni og ástæðan fyrir því að þeim safna alltaf meiri og meiri arði þeir fá meira og meira út úr fyrirtækjunum framleiðinin er að aukast og peningarnir sem kom úr meiri en fæ launafólkið eitthvað meira en nú er bara að brjóta það niður smá saman alltaf meira og meira brjóta niður velferðarkerfin og bara já, þannig að þetta og ég held að fólk sé að núna vakna til meðvitundar sko meira þetta ég vona það mér sýnist það líka nefnilega já, verkalýðsfélögin eigi eftir að styrkjast nú sjáum við það að mjög líklega verður breiðfylking þeirrar verkalýðsforystu sem að vill sækja fram og vonandi mun það lukkast ég veit ekki hvernig verkalýðsfélögin munu þróast í hérna útlöndum, ég hef ekki hugmynd það því að það er svo mikil veiking sko og það er svona svo hafa menn velt fyrir sér býtu ef að verkalýðshreyfingin er að lama svona víða í Evrópu og allstaðar hver á þá að berjast fyrir bættu lífi já, og þá er verið að tala alla þessa aðgerðahópa eins og Black Lives Matter, Me Too þú veist sem er náttúrulega bara áttamölu sjálfum sér, alls konar svona aðgerðahópar sem koma og berjast fyrir ákveðnu réttindum og þeir þá slíkir hópar taki við því sem verkalýðshreyfingin var með áður. Það er svolítið hæpið, heyrist manni. En sko það er ekki æskilegt í rauninni. Það er auðvitað þetta flott bara á þetta, en það er ekki æskilegt að má bara út hagsmunafélög launafólks. Það verður að vera einhvern í svona stjórnkerfislegt að þetta hefur áhrif á verkfallsréttur og samningaréttur og líka einhvern veginn tengingar inn í stjórnsýsluna finnst manni á margan hátt sko. Já. Svo er núna allir sem er alveg svakalegt að núna er atvinnureikendur á Íslandi svo ofboðslega hræddir og stórfyrirtæki eigendur og menn við sko kraftin núna sem er að koma fram í hreyfingunni að auknum mæli sko hjá stærstu félögunum og fleirum að hérna þeir eru að tala já það er algjörlega óþarfi að fólk sé í verkalýðsfélögum. Já, nú á að reyna að berjast sko gegn því að við höldum þessu góða hlutfalli fólks sem launafólk sem þetta besta í heiminum. Og erum með grunninn til að þróa þetta áfram og gera þetta enn betra. Já, hvet alla, ekki bara ungt fólk, heldur líka fólk bara á öllum aldri að virkilega að fara í sitt stéttarfélag og kynna sér réttindin. Ótal mörg réttindi. Annars ef fólk er einmitt ekki að sinna þessu annars fólk hefur eins og við tölum áður en fórum í þáttinn að fólk er svo upptekið að við erum í svo miklu kapphlaupi og stressi alltaf reynt sko að það er svona allan eins og við megnið okkur kunni ekki alveg að taka þátt í einhvers konar félagsstarfi að við náum ekki að gera það góðar ástæða fyrir því sko en ef við sinnum þess ekki að þá kannski eru bara atvinnureikendur að fara að sitja í stjórn verkalýðsfélagana eins og í Bárunni það sem að fjórðungur stjórnar eru atvinnureikendur. Það gengur ekki upp. Nei, það gengur ekki. Nei, og svo er líka svo ég get sagt líka bara eitt til þess eins og ég sjálf, ég lendi í kulnun ég var bara fertugt sko og meira segja var ég orðin fertug og ég vissi ekki alveg mín réttindi þá hugsaði. Samt ég var svona upplýst sko og ég var með þess að blaðamaður. Þú veist, ég var búin að blaðamaður í mörg ár þegar þetta gerist hjá mér. Og ég svo eftir á að þá komst ég að því að ég hafði sko, ég var það fullt af réttindum. Af því ég vissi ekki um þau.
Þannig að þetta svo mikilvægt, sko. Þetta á örugglega við mjög marga. Maður hefur sjálfur lent í þessu, sko, en kannski maður kemst að því að það var of seint til að gera eitthvað í því, sko. Svo ég segir annað, þegar ég var yngri, sko, þá þótti skammarlegt að leita til stéttarfélagsins. Já, vegna sem þá var bara eitthvað, þá var maður bara algjörur aumingi eða eitthvað svona, sko. Kunni ekki að fara með þetta sjálfur? Já, og eins sem maður fékk einhverja sko, sporslur eða einhverja peninga eða eitthvað frá stéttarfélaginu, þá var það svona eins og maður væri hálfgert á sveitinni, sko. Maður væri bara hálfgerður aumingi. En sem betur fyrir hefur þetta breyst. Já, þetta er allavega góð hlið á þessari þróun. Já. En voru þið virkari eða var fólk að leita til þeirra? Já, en sko Íslendingar, þeir leituð ekki nógu mikil til stéttarfélaganna. Það voru allir í stéttarfélögum og það voru kraftmikil forysta á sínum tíma og mikil kraftur og svona, en fólkið, sem sagt, sjálft launafólkið það vissi kannski að félagunum, en að fara og biðja þjónustu, það þótti eitthvað svona niðrandi. Já, ok. Og ég skil ekkert út af hverju, en það var svona eitthvað íslenskt stolt. Íslenskt stolt, sko. Vil ekki fá hjálp og eitthvað svona. Já, en svo voru menn eins og svona einn öttulegasti verkalýðsforingi á Íslandi sem var kallaður Guðmundur Jaki, formaður Dagsbrúnar. Og ég var svo heppin að ég var mjög ung þegar ég var að vinna á skrifstofunum með honum. Þannig að ég svona ung sem ég kem inn í þessa Guðmundur Jaki kom inn með rosa ofsa og svona baráttuð þrekk í... Já, bara var svoleiðis, þeir bara gengu með verkföll og stoppuðu að menn í vinnu, bara gengu í bátana og skipin og bara nei og nei, þetta var sko almennileg barátta. Góð heimildamynd sem kom nýlega út, korter yfir 7. Korter yfir 7, já. Frábær. Já. Þar voru menn einmitt þegar að koma verkfalli að tóku manni hvort það var Guðmundur Jaki eða hver, en þeir tóku bara yfir oljuskip sem lá í höfninni og svo bara oljan fyrir ekki inn fyrir að við fáum almennilega samninga. Já. Það var bara harkan 6, sko. En þarna kemur maður líka svolítið á, held ég, sósíalismann, sko. Já. Að við viljum jafna leikinn við, það er ekki og þarf ekki að vera þannig að eigendur fái alltaf verðmætin úr öllu sem skapað. Já, svo líka eitt það sem orðið svo ofboðslega leiðigjant og búið að vera að malla í íslensku samfélagi svo lengi, það má enginn, það þurfa allir að tala svo huggulega saman. Við sem til dæmis erum sósíalistar að berjast fyrir lífi fólks, berjast fyrir því að fólk eigi fyrir lifi brauðinu út mánuðin. Þú veist, eigum við bara þeir, já, þetta alveg satt hjá þér. Við erum öll auðvitað, margir eru reiðir yfir óréttlætinu og maður vill, sko, maður ákafur í að berjast fyrir fólk, fólk sem jaðarsett og fólk sem stendur höllum fæti og svona eitthvað krafa það, allir þurfa að vera í svona huggulegum samræðum. Það bara, ég hundlega á því. Nei, algjörlega, og tekur fyrirtæki eins og Walmart í Bandaríkjunum, tökum svona íkt dæmi, sko, peningurinn sem þau eru að fá inn, þetta eru gigantískar upphæðir og samt er það með fólk í vinnu hjá sér sem þarf að vera á food stamps, það þarf að fá bætur frá ríkinu til þess að eiga fyrir sér. Af því að Walmart þá ráðaði oft fólk ekki fulla vinnu til þess að þeim þurfi ekki að gefa þeim öll réttindin og svona sanngjörðu kjörin. Maður er ekkert kurteis við svona fólk. Nei. Hvað þá ef þau eru að beita sér alveg, sko, svívirðilega gegn þér og þinni réttlætis barátt þegar þú ert að eiga erfitt mánuð eftir mánuð. Já, fólk náttúrulega þarf að láta í sér heyra. Þú sko, ef að fólk fengi bara mannsæmandi laun, hefði gott húsnæði, gott velferðarkerfi, þá og og menntakerfi og lifði ekki við fátækt og svona, þá getum við verið að tala saman. En ekki eins og staðan í dag í heiminum, alls ekki. Nú er bara að hafa hátt og berjast. Heldur betur. Já. Katrín, takk hérlega fyrir. Við tölum vonandi aftur við þig seinna, förum nánar í þetta. Aftur vil ég mæla með heimildamyndinni korter yfir 7, hún er alveg frábær. Ég held ég geti fundið hann inn á RÚV og það er svolítið rekið sögu verkalýðshreyfingarinnar frá 7. áratugnum og aðeins upp og þarna eru svona stóri hlutir að gerast og maður sér hvað það er mikill baráttu vilji
sem leiddi af sér alveg brjálæðislega góðar framfærir fyrir almenning. Takk fyrir í kvöld.